ógeðslega mikið eiturlyfjum á landinu. Við erum morandi í eiturlyfjum, þú veist, það er engin skortur hérna og þú veist, hverjir sem getur byrjað að liggja við að selja eiturlyf í dag, þú veist, það er svo ógeðslega mikið af þessu. Þú veist, þú ert grínlaust fljótari að panta þér poka dóp heldur pítsu, skilur við. Og við erum að feta fyrstu stigin inn á þennan faraldur notkun sterkja verkjalyfja sem að Bandaríkin hóf fyrir 10–15 árum síðan. Það er mjög algengt að ungmenni misnoti lyf og flestir unglingar sem ég hef kynnst gegnum árin hafa verið að nota þessi lyf og bara einstaklega fáir sem hafa ekki verið að nota þetta. Ég þekki mjög marga sem hefur pröfað þessi lyf í kringum mig, alveg mjög marga. Gera sig í grein fyrir alveg hættunni á því að ein tafla getur leitt til dauða. Þannig að ég einhvern veginn er bara búinn að koma fram við þetta alltaf eins og þetta sé bara upp á líf og dauða, vegna þess að þetta er það. Þessum útköllum fjölgar stöðugt, það virðast fleiri og fleiri lenda í vanda með þetta og það sem við vissum alla af hérna fyrir tiltölulega fáum árum síðan virðist nánast að vera daglegt brauð hjá okkur. Þetta er svo scary, þú veist, þú átt ekki að þurfa að vera 19 ára og búinn að missa 2 góða vini þína á 6 mánuðum, sko. Þú veist, það er ekki í lagi. Já, okkur finnst það náttúrulega bara þetta skelfileg þróun að þessum útköllum fjölgar stöðugt. Þannig ef við bregðumst ekki öðruvísi við heldur en Bandaríkjamenn gerðu þá endum við þeirri sömu stöðu eins og Bandaríkin í dag, þar sem þetta er orðið meiri háttar faraldur. Það sem er hægt að gera er bara þjóðarátak. Við erum snillingar í því Íslendingar, fara í alls konar þjóðarátak og þurfum við þjóðarátak hindra það að unga fólki okkar deyi. Ég á bara eitt líf og þú líka. Jæja, góðan daginn, gott fólk á laugardagsmorgni með okkur á IA TV. Fótboltasumarið ekki búið ennþá. Örn Arnarsson heiti ég. Með mér í dag í lýsingu Snorri Kristleifsson. Góðan daginn. Daginn Snorri minn. Það sem að framundan er hjá okkur er endanlega síðasti fótboltaleikurinn á Akranesi í sumar. B-lið annarsflokks að spila úrslitaleik Íslandsmeistaratitil gegn FH. Og þegar ég segi IA þá meina ég sjálfsög IA Kári Skallagrímur. Þetta samstarf búið að vera virkilega, árangursríkt í sumar. Ekki spurning. Svo vægt sér til orða tekið, A-liðið Íslandsmeistari í öðrum flokk og B-liðið að spila núna til úrslita fyrir utan. Það eru margir af þessum strákum sem að manna þetta B-lið, komu Skallagrími upp deild og það búið að vera nóg að gera hjá þeim í sumar. Sigurður Jónsson sagði okkur áðan, hvað sagði hann, að þeir væri búin að spila marga leiki samtals í öðrum flokki, 59. Eitthvað svoleiðis, já. Já, búin að skora í þeim 220 mörk eða eitthvað og fá á sig 70. Já. Og þetta er reynd ótrúlega tölur. En þessi 2 lið eru komin hingað í úrslit eftir þessari leið. Það sem að vekur athygli hér er að bæði þessi lið enduðu í öðru sæti í sínu riðlum. Þannig að liðin í fyrsta sæti eru bara dottin út og skilin eftir út í kanti. IA Kári Skallagrímur enduðu í öðru sæti í A-riðli með 35 stig. 3 stigum eftir KA Dalvík Reyni Magna sem að töpuðu fyrir FH-ingum í undanúrslitum 2-0 á Blönduósvelli og FH-ingar enduðu einmitt líka 3 stigum á eftir Víkingi Reykjavík sem að Vesturlandsstrákarnir sigruðu 3-2 á þriðjudaginn var. Eftir framlíkingu. Já, stórspennandi leik og þannig að þetta eru áhugaverð lið sem er að fara að eigast hérna við. Við sjáum að FH-ingar þeir skora gríðarlega mikið. Skora þarna 91 mark í riðlinum í sumar og þannig að það má alveg búast við erfiðum leik hérna fyrir Skagastrákana. Já, úrslita leikur, dolla undir. Allt í beinni. Laugardagsmorgun hérna í kuldanum í höllinni, þetta verður ekki betra. Sko. Nei, það er kannski rétt að renna yfir liðin.
Númer 33 í markinu hjá IA Kára Skallagrimi er Marvin Darri Steinarsson. Aðri leikmenn eru númer 4 Benjamin Mehic, númer 5 Ísak Máni Sævarsson, númer 6 Sigurjón Logi Bergþórsson, númer 8 Elís Dofri G. Gylfason, númer 10 Mikael Hrafn Helgason, númer 19 Óttar Bergmann Kristinsson, númer 21 Hervar Gunnarsson, númer 27 Yngvi Þór Albertsson, númer 44 Marteinn Theodórsson og númer 48 Fylkir Jóhannsson. Varamenn hjá IA Kára Skallagrím eru númer 9 Helgi Rafnkelsson, númer 14 Auðun Ingi Hrólfsson, númer 17 Hlöðver Már Pétursson, 18 Haraldur Sturluson og númer 54 Andri Freyr Eggertsson. Þjálfarar Skagamanna eru Elín Bergur Sveinsson og Sigurður Jónsson. Engin annar. FH liðið er þannig skipað í dag að í markinu er númer 1 Viðar Aron Jónsson, númer 10 er Kristján Ólafsson, númer 13 Ásgeir Marino Baldvinsson, númer 17 Pétur Hrafn Friðriksson, númer 20 Magnús Fannar Magnússon, númer 53 Tindur Snær Skram, númer 59 Aðalsteinn Ingólfur Guðmundsson, númer 64 Leo Kristinn Þórisson, númer 74 Jón Örn Ingólfsson, númer 86 Atli Hrafnkelsson fyrirliði og númer 88 er Bjarnleifur Þór Þorkelsson. F-fangar með 3 varamenn í dag, númer 15 Sævar Leo Jónsson, númer 23 Arnór Snær Arnarsson og númer 44 Haukur Leifur Eiríksson og þjálfari F-fanga er engin annar en Samuel Tillen. Já. Komum kannski inn á, svo við vitum ekki ástæðuna fyrir að þeir séu með 3 varamenn í dag F-fangar, en eins og Sigurður Jónsson fór yfir með okkur hérna áðan fyrir leik að þá eru bara stranga reglur mjög svo hvað kallar maður það? Hvaða leikmenn eru gjaldgengir? Já, það eru alls konar útilokanir, það eru náttúrulega 11 leikjahæstu menn í A-liði, leikmenn sem hafa spilað í meistaraflokki ofar en 4. deild. Já, þannig allir þeir sem hafa tekið þátt í Kára-leikjum með öðrum flokki í sumar, þeir eru ekki í boði hjá IA. Já. En hins vegar eru þeir gjaldgengir sem að spiluðu fyrir Skallagrím, þannig að þeir eru nokkrir hérna í liðinu hjá IA. Síðan er tenging í lið FH við IA TV. Já. Leikmann nr. 17, Pétur Hrafn Friðriksson, fekk að lýsa leik hérna með Birni Þór snemma í sumar. Alveg rétt. IA Haukar. Já. Það fengir Hafnfirðingur. Já, það var áhugavert, orðað það svo. En nú styttist í leik, þetta verða svona 3 mínútur í þetta. Dómari í dag er Gunnar Oddur Hafliðarsson og aðstoðardómarar eru Breki Sigurðsson og Guðmundur Ingi Bjarnason. Bikarinn er kominn í hús, hann bara bíður þess að fá að vita í hvaða hendur hann fer og eins og ég sagði, við munum fylgja þessu alveg eftir til enda, sama hvort liðið vinnur, að við munum fá að sjá bikar á loft hérna í Akraneshöll í dag. Það er alltaf skemmtilegt. Vonum að sjálfsögðu að það verði gulu treyjurnar sem að hambónum í lokin. En dómararnir komnir á staðinn. Það er mjög skemmtilegt og fróðlegt að fylgjast með öðrum flokknum. Þarna eru svona ákveðna vísbendingar framtíðina í fótboltanum. Bæði í A- og B-liðum. Þarna höfum við, Sigurður Jónsson hefur lýst því yfir að annar flokkurinn í sumar og jafnvel svo sem undanfarin ár síðan að koma. Þetta er að hann allavega hefur gefið það sterklega í skyn að það séu þarna margir einstaklingar sem eru fyrst og fremst tilbúinir að leggja á sig vinnuna til að ná langt og það er náttúrulega það sem að þarf og þessi annar flokkur búinn að vera töluvert stór fjölmennur. Algjörlega. Og þeir hafa sumi hverjir leikmenn í að vera að spila kannski yfir 30 leiki í sumar sem er náttúrulega frábært í rauninni og hraðar væntanlega þroska þeirra sem leikmanna. Tala ekki þessir sem að spiluðu fáránlega vel sótta leiki í úrslitakeppni 4. deildar með Skallagrím. Hann er reynsla aldeilis í bankan. Já. En hér eru liðin að ganga til leiks.
Það smátt og smátt að tínast hérna mannfjöldi í stúkuna. En þeir sem að komu snemma inn í útsendinguna sáu nýtt forvarnarmyndband frá átakinu Ég á bara eitt líf sem að IA-TV styður heilshugar og ákaflega þarft málefni og okkur kært. Nú veit ekki eftir hverju verið að bíða svo sem. Vandræðaleg þögn í höllinni. Það vantar einn skagamanninn, jú. Gott að það vantar ekki bara fyrirliðan Ísak Mána. En framundan hjá okkur í vetur eru, ég vil svo sem ekki að opinbera það eru ákveðnar hugmyndir nýbreytni hjá okkur sem að verða nánar auglýstar síðar. En sjálfsögðu fer körfuboltatímabilið að hefjast og við munum fylgjast með því á morgun Íþróttahúsinu á Vesturgötu. Taka Skagamenn á móti Álftanesi í annarri deildinni þar sem þeir spila í vetur. Og sjálfsögðu verður fróðlegt að sjá hvernig tímabilið fer af stað hjá þeim. Hvet ykkur til að fylgjast með því Skagamenn og auðvitað mæta á Vesturgötuna en þá heilsast leikmenn hér. Það er eflaust fiðringur í maganum á einhverjum hana. Já, ekki spurning. Dómari leiksins var spenntur fyrir að vera í beinni. Hittum hann fyrir leik. Já, og kom í ljós að hann er bara aðdáandi í IA-TV. Já. Stóra aðdáandi, sagði hann. Gunnar Oddur Hafliðason. Já. Það er ýmsir sem að hafa hag af svona starfsemi eins og okkar, meðal annars dómarar að geta farið yfir sín störf. Já, já. Og þannig að við bara erum stoltir að leggja til okkar hluti í því að bæta dómgæsluna á Íslandi. En ég gat ekki betur síðan að Skagamenn hafi unnið hlutkeyrslu og valið sér völl. Þeir ætla að sækja á Stretford endan í seinni hálfleik. F-fangar byrja leikinn þá. Og eflaust má búast við því að þeir hefji hérna strax leik á sókn. Þá er þetta komið á stað. Þeir spila hérna upp í vinstra hornið en varnarmenn Skagans klárir í þetta. Yngvi Þór Albertsson. Yngvi Þór skallaði þetta út af. Magnús með innkastið. Fylkir tilbaka á Marvin. Benjamin. Fylkir vinnur boltan hérna inn á miðjunni, kemur með hann upp í vinstra hornið og Óttar Bergmann nær til hans. Kemur hérna boltanum fyrir og það fangar ná að hreinsa þetta frá. Boltinn ennþá í leik. Og Skagamenn eru grimmir hérna að vinna boltan hátt upp á vellinum. Óttar aftur hérna upp í vinstra horninu.
Leggur hann tilbaka á Martein. Martein síðan með fyrirgjöfina og hér bara færi en það flaggað rangstöðu á Elís Dofra sem var hérna í skallafæri. Náði ekki að stýra þessu á markið en það er svo sem engu máli skipt. Flaggið á loft. Ramanna, varnarlína, Skagamanna, Ísak Máni, Benjamin, Yngvi Þór og Mikael Rapp. Skagamenn eru fyrstir í boltan. Já, frábært, Yngvi. Mikil barátta nær að halda þess inn á. Frábært sprettur í honum, kemur með hann fyrir á fjárstöngina. Þar er Óttar. Tekur hann á kassan. Nei, hann kemur sér ekki í skotfærið. Frábær sending og aftur var það Elís Dofri í skallafæri og aftur rangstæður. 2 mínútur, 2 rangstöður á hann. Já. En það er mikil ákveðni í Skagaliðinu hérna upphafið pressa hátt á vellinum. Þeir vilja að Viðar Aron spyrni langt. Greinilega. Langur bolti yfir til hægri, fín sending. Jón Örn með langan bolti inn á teiginn en Marvin grípur það. Ísak er á Benjamin. Benjamin á eftir að rekja til Bosníu. Það er hans Bosníumaður sem var lengi vel búsettur og er sennilega ennþá í Ólafsvík. Þinn tilbaka á Marvin. Ísak. Yfir á Benjamin. Benjamin út til hægri á Yngva. Svo kemur löngskipting yfir til vinstri. Óttar, þeir leita Óttari hérna töluvert vinstra megin. Marteinn vann hérna boltan, svo kemur stungusending og þar er Gil og hér er dauðafæri og það er skot í stöng. Elís Dofri. Elís Dofri að minna rækilega á sig hérna upp að leiks. Hér er hætta, Benjamin er snöggur hins vegar. Hann náði í boltan hann undan Pétri Hrafni. Benjamin undir pressu. Svell kaldur, kemur með boltan hérna og yfir á Ísak. Vel leist í honum. Mikael. Og boltin fer ekki út af. Fylkir. Sigurjón sækir hérna boltan. Skagamenn taka sér bara sinn tíma í þetta. Halda boltanum. Ísak með langan bolta í áttina að Elís. Það er hreinsað Bjarlefi. En Óttar komið með hann. Skagamenn vinna boltan aftur. Frábærlega gert hérna. Elís Dofri átti að fá þessa sendingu. Náði ekki gegn. En gríðarleg pressa hjá Skagamönnum. Þeir koma mjög ákveðnir inn í enn leik. Elís tilbaka á Ísak tilbaka á Benjamin. Benjamin verður að setja hann tilbaka á Marvin. Marvin finnur Fylki. Þetta er yfirvegun í þessu. Fylkir séð með langa sendingu sem að
enginn á möguleika á. F-fangar leysa þetta ágætlega, að koma þeir. Jón Örn með skot. Þetta var ekki langt fram hjá. Það var svona eiginlega fyrsta sókn F-fanga í leiknum. Já. Þá spila Skagamenn út úr þessu. Ísak. F-fangar pressaði örlítið hærra núna. Óttar missi boltan frá sér og F-fangar koma þá í sókn. Leo. Magnús Fannar með sendingun inn á tegin. Ísak hreinsa frá. Elís. Hundeltur missi boltan en Óttar vinnur hann aftur. Mikael á Fylki. Fylkir með tæpa sendingu þarna en Benjamin nær að bjarga þessu. Stór og stæðilegur þarna Pétur Rapp. Liðið F-fanga er erfiðleikum með hann í skallaboltunum. F-fangum gengur aðeins betur að halda boltanum núna. Virðast vera að ná aðeins meiri ró í sinn leik. Já, það var rosa kraftur í Skagamönnum líka hérna fyrstu 5 mínútunar í pressu og stíku. Frábærlega gert. Hervar. Boltinn hérna út til hægri, Marteinn. Hann leitar inn á völlinn tilbaka, er með hann á vinstri og tekur skotið en það er rétt framhjá. Frábærlega gert hjá Marteini Theodórssyni hérna. Er þetta ekki bara sonur Theodórs Hervarssonar, Marteinn? Jú. Og frændans Hervar Gunnarsson, þeir eru bræðra synir. Atli haldaði sér ná en Elís Dofri vinnur boltan. Elís reyndi hérna sendingu á Hervar en tókst ekki. Benjamin er svo að koma þessu hérna fram á við. Benjamin nokkru sinnum á þessum fáum mínútum búinn að bjarga. Já. Þegar liðsfélagarnir eru aðeins að setja hann í erfiða stöðu stundum. En kemur langur bolti hérna yfir. Yngvi skallar það frá. Atli undir mikill í pressu, þeir vinna á hann boltan. Elís og Fylkir út á Yngva. Yngvi sé með langan yfir til vinstri en Óttar nær ekki til boltans. Það gerir Mikael eins og er hérna. Frábær pressa hjá honum og útspark. En nú aftur lokaðir á stuttarspilið frá markmanninum, Skagamenn. Pétur vann hennan. Já.
Þeir eiga í miklu meruleikum með hann í skallaboltanum. Það er bara, hann ber hérna höfuð og herðar yfir aðra menn á vellinum. Fylkir tilbaka á Ísak. Hann róa Skagamenn þetta aðeins niður. Benjamin aftur yfir á Ísak. Það er að láta F-fangarna færa sig, færa liðið í vörninni. Fylkir síðan með langan upp í vinstra hornið. Elís nær ekki til hans. Er það ekki rétt munna hjá mér að B-liðið spilaði til úrslita líka í fyrra? Það er eins og mér minnið það. Já. En töpuðu þeim úrslitaleik hérna í höllinni. Já, mjög svekkjandi leik ef ég maður rétt. Jón Örn með fyrirgjöfuna. Skagamenn koma þessu frá. Hervar. Já, spili á F-fæðingum gengur betur eða hvað? Nei, tókst mér að eyðileggja það fyrir þeim. Hingvi tilbaka á Benjamin undir pressu. Boltinn tilbaka á Marvin. Virðist eins og F-fangarnir sé að ná að loka aðeins betur á spilamennsku Skagamanna núna hérna seinni mínútur. Vel gert hérna. Elís Dofri vinnur boltann, komur inn á vítategin. Missir hann aðeins frá sér, nær honum aftur, kemur honum fyrir, Hervar út tilbaka á Sigurjón en þeir ná að verjast þessi en Skagamenn eru konum með boltann aftur. Fylkir. Mikael Dóttar. Þetta var rétt munað hjá þér. Þeir töpuðu í vítakeppni gegn KR í fyrra. Já, voru yfir þangað til alveg í blá lokin ef ég maður rétt. Já. Og margir af þessum leikmenn sem eru að spila í dag voru að spila þann leik. Allavega nokkrir og það er ábyggilega ennþá óbragð í munnunum síðan í fyrra. Og rangstæða dæmt á Kristján Ólafsson. Ekki náðu góð sending frá Ísaki hérna. Yngvi skallar hann inn á miðina. F-fangar vinna boltan. Boltinn út til vinstri en fyrirliðinn Atli Höggelsson nær ekki valda boltanum. Benjamin á Martein sem að fleitir honum áfram. Elís Dofri tilbaka á Sigurjón, aftur á Elís en það tekst ekki hjá þeim. Innkast. Elís Dofri búinn að vera mjög sprækur hérna í upphafi leiks. Það er Marteinn fær hann úr innkastinu, nær að snúa en má ekki við marknum eins og einhver sagði. Þá er hérna að skapa stór hætta.
Marvin nær ekki að stoppa þetta og það er fyrsta markið. Það er Pétur Hrafn Friðriksson sem að kemur FH yfir. Þetta kom nánast upp úr þurru. Boltinn lag í gegnum miðja vörnina. Marvin við það að ná til boltans í úthlaupinu. En Pétur Hrafn kemur FH yfir hérna á 17. mínútu. Já, fyrsta alvöru færi FH-inga og það er mark. Já, nú verða Skagamenn að bregðast við. Mikael ætla þetta að pressa, hann er að vinna innkast. Tekið á Sigurjóni í skallanum. Ísak er við það ná að fleyta honum hérna áfram. Elís, þeir ná að blokkera þetta. Skagamenn vinna aftur boltan, þeir eru ennþá margir frammi. FH-ingar koma þess aftur frá. Pétur tekur hann niður. Gerir vel undir pressu. Elís. Þá Martin. Martin tilbaka á eitthvað. Mikael með fyrirgjöfuna, gengur ekki, Sigurjón. Fylkir reynir hana skotið og fær hornspinnu. Nær og þetta hlýtur að vera inni eða hvað? Aðstoðardómarinn gefur ekki merki. Nei, þarna Björg FH-ingar á línu. Hornspyrna Martins. Þetta er Pétur Hrafn skoraði, sýnist mér, 1 mark í riðlakeppninni í sumar. Hann er víst búinn að vera bara meiddur í sko fleiri mánuði og jafnvel 1-2 ár eða eitthvað, skils mér. Já. Og þar á Mikael að finna Hervar, hann er umkringdur. Skagamenn aftur komnir með hann, Mikael verður að snúa tilbaka, Sigurjón og Benjamin. Yngvi, hann lyftir honum hérna í áttina að Elís. Benjamin setur hann tilbaka á Marvin. Saman þegar Skagamenn sækja þá er myndaðir einhvers svona eiginlega 4 manna sóknarlínu hérna. Kantmennirnir og framherjarnir. Hervar að spila aðeins fyrir aftan Elís. Yngvi kemur þess á Hervar, hann á Fylki. Fylkir leitar að möguleikum, finnur Hervar aftur. Elís Dofri að sleppa hérna í gegn en honum er ítt af boltanum. Fín varn að vinna hérna hjá Bjarnleifi. Var einfallega sterkari bara hérna.
Kemur skiptingu yfir til hægri en Mikael er með það. Gerir vel. Óttari haldið þarna en ekki dæmt. Benjamin með boltan hérna. Yngvi leitar að Hervari, hann er ekki að fleita honum áfram, hann er á hendi en hafði nú lítil áhrif svo sem á förboltans. Benjamin skallar það tilbaka á Marvin. Hversu verðmætt er fyrir þessa stráka að vera með mann eins og Sigur Jónsson að segja þessi til? Ég held að það sé erfitt að setja einhverja upphæð á það. Gríðarlega reyndur leikmaður og þjálfari. Skamir vinna innkast. Samtilinn og nokkuð sleipur í íslenskunni. Já. Kemur innkastið en það svífur bara í gegn og Viðar Aron tekur hann upp. Nú hafa F-fangar minni pressaði núna í þessari stöðu 1-0. Bara spila í róleitunum. Það sem að mörk gera er að veita liðinu sjálfstraust. Þeir kemur síðan langubolt upp í hægra hornið. Mikael Lesta skallar frá. En F-fangar vinna annan boltan. Og kemur síðan inn á tauginn, Yngvi skallar frá. Marteinn nær að snúa. Og hann losar þetta bara fram. En F-fangar vinna boltan aftur. Ísak hafði Pétur þarna en hann nær síðan að bæja hættunni frá. Óttar tilbaka á Mikael. Sigurjón nær að snúa. Fylkir hann á Benjamin. Hann getur að spila núna. Yngvi á Hervar. Hervar reynir að finna Elís. Tóra gengur ekki. Ísak skallar frá. Fylkir. Hann har boltanum hérna tilbaka á Mikael. Elís á Óttar sem að missir hann frá sér. Pétur. Kristján út til vinstri. Atli reynir sendingu upp í vinstra hornið, gengur ekki. Fylkir reynir skiptingu upp til vinstri. Það er erfiðara fyrir Skalið að halda boltanum. Allavega þegar þeir sækja. Pétur með frábæra sendingu. Kristján í skotfæri. Marvin er að verja. Þetta var gott færi. Algjörlega. Vel varið hjá Marvini. Þetta er ákveðin hættumerki. Þetta er í annað skipti sem komast þarna í gegnum miðja vörnina.
Nektar. Já, hagnaði beitt þarna. Kristján. Reynir að þræða nafninn á Atla, gengur ekki. Marteinn vinnur síðan boltan. Yngvi slögg sending hjá honum. Atli inn á Pétur. Ísak er þar mættur, vel gert hjá honum. Marteinn finnur. Óttar. Leiknulegt að fljóta hérna, Yngvi, en já, hann var rángstæður hérna. Elís Dóri í þriðja sinn í dag. F-áingarnir eru búin að hafa algjöra stjórn á þessum sendingum inn fyrir, annarkvort er hann rángstæður eða þá að þeir séu bara það djúpt niðri að höndla þessar sendingar. Já. Þannig að ég kalla eftir kannski núna næstu sóknum Skagamanna er að spila í boltanum, halda honum aðeins lengur á milli sín róið þetta og Það var að reyna að spila sig upp í hornin, fara fram hjá þessari rangstöðuvörn. Já. Og sem þeir gerði hérna fyrstu 5 mínútunum, þá voru þeir að komast upp í frímerkin. Einmitt. En skilar pressan árangri og Gunnar dómar er búinn að hafa fín tök á þessu leik, leyfa honum að fljóta vel. Einmitt. Og enda er hann prúðmannlega leikinn. Enn sem komið er, Sigurjón skiptir yfir til vinstri. Mikael. Hann leitar á Óttari. En það er ekki að gera sem matur þessu. Dettur Skagaliðið aðeins aftar á völlinn. Kemur síðan sending upp í hægra horni. Þetta er alltof auðvelt. Kristján með fyrirgjöfina. Pétur nær ekki að koma þess á markið. Sending yfir til vinstri. Atli eldir. En Yngvi gerir það líka. Ítir þarna í hann. En Atli, nei, boltinn fer út af. Já. Já, þetta var áhugavert. Jú, ég ætlaði að segja hvort þeir hefði ekki spottað þetta. Er þetta ekki markspinna fyrir það? Já, jú. Það er kosturum við að dómararnir eru hérna í talstöðarsambandi. Já, Marvin ætlaði bara að kasta honum út hana. Kemur stungusending í áttina að Óttari, næri þessu ekki. Elís gerir vel, Sigurjón missir hann frá sér og dæmdur síðan brotlegur. Fyrsta snerting, stundum að svíkja. Skagamenn, stungusending hérna í átt að Kristjáni, Benjamin er á undan. Kemur þessu á Yngva sem að missir síðan boltan út fyrir. Töluverður fjöldi áhorfenda hérna í dag. Skagamenn elskar sinn fótbolta. Hervar fær hérna boltan. En missir hann. Atli
Duglegur að finna sér pláss þarna fyrir fram að vörnina. Ísak skallar frá, Fylkir tekur hann niður en þarna engin. Þarna vantar einhverja svona smá votta sjálfstrausti á boltanum. Hann bara verður sáttir að losna bara við hann. Það lítur út fyrir að Óttar og Elís eru búin að skipta stöðu. Já. Óttar kominn hana sem fremsti maður og Elís út á kantinn, vinstra megin. Fín pressa og Elís þarna. Koma F-fáingar, þetta vel gert. Mikil barátta þarna út á hægri kantinu núna. Mikael nær síðan að stöðva þetta hérna. Kemur honum út fyrir. Kristján Ísak til varnar, næri ánum boltanum. Mikael losar þetta síðan, Hervar næri hann að taka hann niður, hann gerir það. Elís kemur inn á miðuna. Velgert hjá honum, Sigurjón framlengir þetta hérna á Yngva Þór. Þetta velgert hjá Skagamönnum en Yngvi missir af boltanum hérna. Þá þurfa þær að snúa við. Benjamin Yngvi aftur á Benjamin. Þarna var ákveðin möguleiki fyrir hendi en boltinn varð eftir. Þetta er erfitt. Ísak sendir hann beint út af. Það er Mark Péturs Hrafn sem að skilur liðin að. Óttar en þeir vinna honum boltan F-fáingar. Hervar vinnur hann tilbaka, kemur hérna fram á við. Elís býður sig í hlaupið, hann er komin inn á teiginn, hann reynir að leggja hann hérna út og það er Sigurjón með skot í varnarmann en Skagamenn er enda með boltan. Fylkir leitar að skotfæri, finnur það en yfir markið. Þarna var smá hætta. Já. Skagamenn ekkert af baki dottnir hérna. 10 mínútur eftir af fyrir hálfleik rétt rúmar. Hervar full grimmur hérna með hendurnar á undan sér. Aukaspyrna dæmd. Þeir taka þetta stutt. Svo kemur langur bolti í áttategnum. Ísak kemur þessu frá á Sigurjón. Fylkir út á Mikael. Mikael kemur með boltan hérna upp vinstra megin. Elís. Hann nær að halda boltanum undir töluverðri pressu. Missir hann síðan endar. En Fylkir snýr af sér mann. Kemur hann tilbaka á Ísak. Benjamin reynir að finna Hervar hann í fót, gengur ekki. Marteinn ennþá með boltan, tilbaka á Benjamin. F-fangun tekst að loka á sendingarleiðirnar fyrir þá þegar þeir nálgast síðasta þriðjung. Fylkir, Sigurjón leggur á stað í hlaupið en þeir ná að verjast þessu. Kemur síðan langur bolti hérna í átt að Kristjáni. Ísak er á undan í boltan. Marvin út til hægri. Yngvi undir mikilli pressu hérna. Nær að losa þetta. Skagamenn vinna boltin aftur. Marteinn missir boltan út af. Já. Það var nú svona. Það þarf alltaf að vera eitthvað svona.
Já. Hann sá náttúrulega mikrofónun á hvað öskri eitthvað hlóð. Sennilega. Fyrirliða F-inga. Já. Hér geti verið að skapast hætta, kemur skot, nei. Himinhátt. Já, Leo og vel Kristný. framhjá. Já. Já, þetta gengur hægt núna hjá Skagamönnum að hreyfa F-liðið. Fylkir og Sigurjón. Sjáum á F-hvernig pressa mjög stíft ef boltinn kemur inn á miðsvæðið þá fá menn þar engan tíma á boltanum. Ísak út til vinstri á Mikael sem að missir hann aðeins frá sér og F-fangarnir, nei, Ísak bjargar þessu, vel gert hjá honum. Fylkir, missir hann. Þá koma F-fangar, flott sending hérna inn fyrir Atla en Marvin er velvakandi. Þannig að verða menn að annarkvort hreinsa boltan eða koma honum á samherja þegar að, já, hann unnum við boltan á miðjunni og gengur ekki að missa hann strax aftur í hættulega stöðu. Óttar, þetta er löglegt segja ég þér og F-fangarnir koma síðan boltanum frá. Hefði hæglega verið hægt að dæma Óttar þetta? Hann var aðeins að hanga svona í bakinu á Hafnfirðingnum. Yngvi á Sigurjón. Sigurjón aftur á Yngva. Yngvi síðan með fyrirgjöfina inn á fjarstöngina en Viðar öruggur í markinu. Kemur Leo með langan bolta hérna, ætla hann Kristjáni nær hann að taka með sér, hann gerir það. Kemur honum á Pétur sem að tekur skotið rétt framhjá. Þetta var afskaplega vel gert hjá Kristjáni. Hvernig hann tók við boltanum og skildi hann eftir fyrir Pétur. Algjörlega dauðafæri. Þeir þurfa ekki mikinn tíma til að skora greinilega. Þannig að vörnin þarf að vera á tánum allan tíman. Ísak með langan bolt upp í vinstra hornið. Það er auðvitað að verðast þessu. Skallaði innkast. Arteinn kominn hérna út til vinstri núna. Tilbaka á Mikael, hann á Óttar. Nei, þetta er Hervar. Sigurjón. Gylfi klár hérna úti hægra megin. Elís reyna hérna þrýðingarspill, tekst ekki, þá koma F-fangarnir hratt. Kristján á Pétur. Jón Örn á Pétur aftur. Leo er ná að halda boltanum þrátt fyrir pressuna. Kristján á Jón Örn. Hann heldur boltanum. Aðalsteinn með boltan inn á teginn. Skagamenn komið sér frá. Hervar nær að taka hann niður en F-fangarnir ná að vinna boltan aftur. Þetta er mjög erfitt hjá Skagamönnum núna. Mikael gerir vel. Mjög tæp sending hérna en Yngvi náði að bjarga þessu. Elís hins vegar missir boltan hérna. Þá koma F-fangar. Já, hann sjáum, við erum búin að sjá nokkur dæmi svona slæmar ákvarðanatökur. Já, í öftustu víglínu. Já, hann ákveður Elís að fara sjálfur með Yngva í fínu hlaupi utan á sér og taka sénsinn á að taka menn á þarna þegar vörnin er öll út allt og Sigurjón kemur þessu frá. Hervar heldur boltanum, finnur Elís. Já, vel gert hjá honum núna.
Elís, hann með Óttar með sér. Óttar, aftur á Elís. Hann út á Sigurjón. Skiptir yfir til vinstri. Það Marteinn. Marteinn fer í árásina. Reynir fyrirgjöf. Hún blokkeruð. En Mikael pikkar hann upp. Kemur með fyrirgjöfina. Hún óvinnalega. Þarna var nú ákveðið kæruleysi á Viðari í markinu. Þannig sáum við samt líka hvað F-háingarnir voru fljótir að skila sér í vörnina fyrir utan fremstu tvo. Já. Það koma F-háingar. Leo, hann hleður í skot og það í þverslána. Skot hérna 35 metra færi. Marvin var nú meðan held ég. Hefði hann verið undir sláni en hættulegt. Ég held að verða að segjast að F-háingarnir eru búin að vera hættulegri í sínum sóknaraðgerðum. Já, það voru sko fyrstu 5 mínúturnar hjá IA. Það var þvílíkur kraftur og mikil pressa. Nokkuð góð færi en síðan hafa F-háingarnir siglt þessu bara svona með öguðum varnarleik. Já. Og hættulega menn hérna fram á við. Já. Sem að geta búið til usla. Vel spilað hjá F-háingum. Stungusendingin á Kristján, hann rangstæður. Þeir taka þetta bara stutt. Benjamin. Það rosalega lítið pláss fyrir það að spila inn í. F-háingarnir verulega þéttir. Fylkir á Yngva. Mjög þröngt allt saman. Yngvi missir boltan. Elís vinnur hann tilbaka. Vel gert hjá reynir snúningin. Tekst ekki. Kristján á Pétur. Magnús á Pétur sem að fleytir honum áfram en Mikael verst þessu. Benjamin á Yngva sem að losar hann svo bara fram á við. Býtum við. Þetta skrítinn dómur. Þetta var augljóst mál að það var F-háingurinn sem að skallaði hann út af. Gerði vel í að vinna þetta skalla inn í ég. Já. Við fyrir nú ekki að missa okkur út af einhverjum innkast. Nei. Það hefur nú alltaf verið markmið okkar á IA TV að reyna að láta dómarana í friði eins og mögulegt er. Já. Enda eru þeir að sinna sínum störfum af bestu getu. Tími fyrir lokasókn hérna hjá Skagamönnum. Já, mér sýnist F-háingar ætla að snúa því sér í vil allavega. Ísak tilbaka á Marvin. Sigurjón. Þetta stór hættulegt. En Yngvi skiptir hérna yfir til vinstri en F-háingarnir verjast þessu fimmlega. Fylkir með slaka sendingu. Og Aðalsteinn kemur þessu upp á við. Pétur reynir að finna Kristján, gengur ekki. Sigurjón reynsar þetta út á kant. Það Marteinn. Mínúta komin fram yfir og þá flautar Gunnar Oddur til hálfleiks. Staðan 1-0 í hálfleik hérna. Ég held við verðum að viðurkenna verðskulduð staða miðað við gangleiksins.
vonum að Skagamenn mæti ákveðnari til síðari hálfleiksins og bæti það sem að þarf að bæta. En við tökum okkur hlé líkt og dómarar og leikmenn og meðan þeir drekka teið sitt þá ætlum við að sjá hvort við náum ekki að sníkja kaffiboll einhvers staðar þangað til á eftir. Hafið það sem best.
Jæja, komið sæl aftur og velkomin í síðari hálfleikin í Ía Kári Skallagrímur FH í úrslitaleik í Íslandsmóti B-liða annars flokks. 1-0 staðan í hálfleik og Skagamenn byrjuðu af krafti en svo náðu FH-ingar að koma sér vel inn í leikinn, komast yfir og við það að þá náðu þeir svona stjórn á leiknum og ég sýnist að það sé skipting hjá Skagamönnum. Sýnist Andri Freyr Eggertsson vera að gera sig kláran að koma inn á. Sé ekki ennþá hver það sem vantar. Sjáum það alveg betur þegar að liðin stilla sér upp. Við auglýsum eftir endurkomu hjá Skagaliðinu. Þannig að þeir leggja sig mikið fram en það má ekki gleyma því að margir af þessum strákum eru búin að spila ógrynni af fótboltaleikjum í sumar. Þannig að maður veit aldrei hvort að það er orðin þreyta í mannskapnum. Andri sem er að koma inn á, hann var markahæsti maðurinn í riðlinum með markahæsti maður Ía sem með 10 mörk. Já. Þannig að við erum að fá markaskorara inn á. Sýnist að vera Óttar sem að víkur. Og Elís Dofri stillir sér allavega upp hann út á hægri kanti. En Skagaliðið er þá þannig skipað núna númer 33 í markinu Marvin Darri Steinarsson, síðan eru aðri leikmenn Benjamin Meits, Ísak Máni Sævarsson, Sigurjón Logi, Elís Dofri, Mikael Hrafn, Hervar Gunnarsson, Yngvi Þór, Marteinn Theodórsson og Fylkir Jóhansson og þá Andri Freyr Eggertsson. Núna í FH-liðið held ég að sé óbreytt frá því fyrir hálfleik. Þar eru í markinu Viðar Aron Jónsson, aðra leikmenn eru Kristján Ólafsson, Ásgeir Marino Baldvinsson, Pétur Hrafn Friðriksson, Magnús Fannar Magnússon, Pindur Snær Skram, Aðalsteinn Ingólfur Guðmundsson, Leo Kristinn Þórisson, Jón Örn Ingólfsson, Atli Hrafngilsson og Bjarnleifur Þorkelsson. Hún er virkilega hættulegir fram á við, sérstaklega kannski þeir Atli, Pétur og Kristján í FH-liðinu. Tala ykkur meginn. Það mætir ykkur. Andri velt bara þessu. Pétur gríðarlega sterkur í loftinu en þessi útfyrir og Skagamenn eiga innkastið. Fylkir kemur þessu hérna fram á við. Þar er Yngvi. Það er önnur. Sigurjón Logi er komin í hægri bakarastöðuna sýnist mér og Yngvi þá inn á miðuna. Ísak á Hervar, Fylkir aftur á Hervar, Mikael inn á teginn en þarna er enginn Skagamaður. Það koma FH-ingar, Atli ennþá með boltan, kemur hún sen á Kristján reynir að þræða hann í gegn en þar er enginn FH-ingur. Mikael með stungu sendingu, hér er Yngvi en Viðar Aron snöggur út úr markinu hérna. Þarna mátti ekki miklu muna. Nei.
Fín sending frá Mikael hérna. Kemur langur bolti, Ísak skallar þetta frá Ásgeir á Atla, hann missir boltan frá sér. Sigurjón á Benjamin, sjáum svo sem líka að þeir hérna hafsendaparið er búið að svona viksla. Ísak Máni núna hægra megin hérna og Benjamin vinstra megin. Það er svona ein og ein taktísk breyting. Elís tilbaka á Fylki, Fylki skiptir yfir til vinstri, það er Mikael, tekur hann á kassan. Vel gert. Mattias. Martin heitir hann á víst. Ísak kemur með langan bolta, Andri reynir að fleita þess áfram. Sýnist Hervar Gunnarsson vera einmitt að spila líka aftar en hann var í fyrri hálfleiknum. Á Kristján tilbaka á Leo, frábært pressa hann á Ingva, brotið síðan á honum. Sigurjón með sending upp í horni en það er engin elda misskilningur hérna. Já, enn sem fyrir er að neyða Viðar til þess að spyrna frá markinu. Þetta er stutt, Hervar skallar þetta út til hægri, en Elís nær ekki að halda þess inn á. Þetta er nú vel útrétt hendi sem að hélt Skagamanninum frá boltanum en ekki dæmt og innkast. Sigurjón á Fylki, hann tilbaka á Ísak sem að losar hann síðan hérna fram á við, F-fanga skalla frá. Jón Örn með langan bolta en Marvin hreinsar þetta frá. Hervar fleitir hann áfram, Andri. Hann nú til hægri á Elís. Elís ennþá með boltan, ætla sér of. Fylkir komið með hann hérna, Hervar aftur á Fylki. Skipting yfir á Mikael. Mikael síðan hérna fram á við, það er Yngvi. Þetta er ágætlega að spila hjá Skagamönnum núna. Aftur tilbaka á Mikael, upp í hornið á Yngva. Yngvi síðan með fyrirgjöfina en F-fangan á að koma þessu frá. Pétur finnur ekki samherja. Ísak aðeins svo lengi að losa við boltan hann. Það kemur ekki að sög. Það er svona aðeins annar bragur á Skagaliðinu núna í byrjun síðari hálfleiks heldur en síðari hluta fyrri hálfleiks. Það var Fangar verjast þessu vel hérna. Kristján heldur þessu inn á Ísak og hann skallar þetta bara út fyrir. Kemur langur bolti hérna í áttina Jóni Erni. Mikael skallar það frá. Marteinn gerir vel. Nei, hann nær ekki til boltans. Fín varnarvinna hérna hjá Aðalsteini.
Jón Örn inn á Pétur, Ísak á undan honum í boltan en Pétur vinnur á honum boltan. Pétur ennþá með hann, kemur honum á Jón Örn og hér kemur bara skot en máttlítið og Marvin handsamar knöttinn. Það er inn á Fylki, hann á Ísak. Gefa sér tíma núna. Benjamin sé með langan bolta en þetta er rosalega erfitt að gera eitthvað úr þessum boltum og Viðar bara tekur hann auðvitað. Ísak hreinsar þetta frá en Atli hörður hann. Atli síðan með sendingu hérna inn á Pétur sem er komin upp að endamörkum sem reynir fyrir gjöfina en hann var komin hérna í þröngastöðu. Marteinn undir pressu hérna og innkast. Ná nú spurning hindrun á F-fáinginn. Já. Pétur, stakuskalli á honum, Andri á Elís. Elís stígur bara ofan á boltan hérna en heldur samt boltanum. Heppinn hérna, Sigurjón aftur á Elís. Þetta er flott. Síðan kemur fyrirgjöfin. Marteinn að reyna að ráðast á hana, kemst ekki í boltan. Ísak skallar þetta hérna á Fylki, Fylkir snýr. Lyftir hann síðan inn í hægra hornið. Sigurjón tekur þetta niður. Reynir fyrirgjöfina í varnarmann. F-fáingur gengur illa að losa pressuna núna. Það hefst nú fyrir rest. Nei, Skagamenn vinna boltan aftur. Fylkir. Elís aftur á Fylki. Skipting síðan hérna yfir á Mikael. Marteinn aftur á Mikael. Fýtt kapli hjá Skagamönnum núna. Byrjaði hann seinni hálfleik vel. Já. Benjamin á Mikael. Yngvi nær að snúa upp í hornið á Marteinn. Aðeins og framalega og F-fáingar eiga þetta innkast. Yngvi sterkur hérna. Já. Benjamin tilbaka á Marvin. Engin pressa á honum. Ísak hafði reynd að pressa á honum en hann gerir þetta vel. Sigurjón á Elís. Fylkir upp í hægra hornið. Sigurjón að elta en F-fáingar koma þessu frá. Ég veit ekki hvort að veðurhljóðin skila sér inn í útsendinguna en Erum við að tala haglél? Já, hljómar alveg þannig, allavega kraftmikla rigningu. Já. Rósum happ yfir því að vera hérna inni í augnablikinu. Vel gert hjá Yngvi. Skiptir yfir til hægri á Sigurjón. Frábær sending hjá honum. Fyrirgjöfin á fjarstöngina en þetta er ofan á markið. Það er nú hæglega að geta dottið hinum með við slána. En
Það er nú eiginlega bara allt annað að sjá okkar menn hérna í seinni hálfleik. Já. Þeir eru að ná að spila sig upp í hornin og hái boltanir eru frekar að fara upp í hornin á kantmennina. Já. Og þeir eru einmitt líka fannir að vinna boltan aftur hátt á vellinum eins og þeir gerðu hérna í upphafi leiks. Já. En það má lítið út að bregða. Hér koma F-fangar, Kristján, Ísak. Kýrir vel. En Atli hirðir frákastið. Atli má nú ekki við marknum hérna, en hér kemur sendingin inn á tegin Pétur og það er skall og mark, engin rangstaða og aftur Pétur Hrafn Friðriksson á 59. mínútu kemur F-fangum í mjög vænlega stöðu, það verður því meður að segjast fyrir okkur Skagamenn. Það má ekki líta af þeim. Já, nú verðum við að fá svar frá Skagamönnum, það er bara svoleiðis og sem fyrst ef þeir ætla sér eitthvað út úr þessum leik. Arteinn kallar þetta fram á einn. Kemur langur bolti, Kristján, Benjamin pressar á hann, sterkur Benjamin hann heldur honum inn á, vel gert hjá honum. En þeir taka frákastið, Hervar vinnur boltan. Hervar út til hægri á Andra. Andri í baráttu þarna. Skagamenn eiga innkastið. Það eru varamenn að gera sér tilbúna á Skagabekknum. Hervar Gunnarsson kemur á velli. Og í hans stað kemur Auðun Ingi Hrólfsson, sýnist mér. Já. Og síðan er líka að koma að velli nr. 6 Sigurjón Logi Bergþórsson og í hans stað kemur leikmaður nr. 9 Helgi Rafnkelsson. Auðun Ingi sýnist mér vera að leysa Sigurjón af í hægri bakverðinum og þá er Helgi að kemur hann væntanlega inn á miðjuna og fyllir skarð Hervars en F-fáingar hérna enn einu sinni Pétur Benjamin til varnar, Pétur ennþá með boltan er að snúa hérna hægri vinstri nær síðan skotinu úr þröngri stöðu en fram hjá Pétur fullur sjálfstraust til 2 mörk. Liggur einn F-fáingur hérna það er Kristján hann er staðinn á fætur. Ég ítreka það að við munum láta þessa útsendingu lifa þangað til að bikar fer á loft. Hér er Benjamin með slæma sendingu, Kristján lesan og ringar Marvin. Benjamin Mehids gerir hérna slæm mistök. Og Kristján Ólafsson þurfti ekki mikið að hafa fyrir því hérna að vinna úr þessu. Þetta gerir þetta mjög erfitt. Það getur verið erfitt að rífa sig upp úr svona en það þýðir ekkert annað.
Við höfum séð nokkrar svona tæpar sendingar þvert í vörninni sem að hafa reddast hingað til í leiknum en núna gerir það ekki. Nei. Sem að Mikael kominn inn á miðjuna núna, það svona svolítið tilfærslur í liðinu. Sending út til hægri, þar Auðun Ingi með fyrirgjöfina, hún sköllu frá Ísak, heyrðir frákastið. Stór hætta. En nú er það 2 á móti 1 hérna. Kristján og Ásgeir fær boltan en skotið framhjá. Það er greinlegt að Skagamenn eru farnir að henda mörgum fram því að hér voru þeir bara 2 á móti 1. Og í rauninni Skagamenn stálheppnir að þetta endar ekki með marki. En nú þarf karakter til þess að klára þennan leik með sæmd. Marvin spyrnir frá Andri. Helgi inn á miðuna á Mikael að finna skotsfæri eða hvað? Nei, Andri hérna við það að komast í færi. En þetta er erfið staða og sérstaklega ef að eins og við vorum að velta fyrir okkur áðan hvort að það væri þreyta farin að setjast í mannskapinn. Þannig gerir Benjamin vel. Marteinn sem er komin hérna í vinstri bakvarðarstöðuna núna. En hins vegar eru náttúrulega 3 Skagamenn ætti að vera nokkuð óþreyttir hérna, nýkomnir inn á. Já. Auðun reynir sendingu hérna fram á við F-fangarnir í hirða það, Fylkir slaka snertingu þarna. Svo kemur stunguboltinn á Kristján sem að tekur hann á kassan og lyftir yfir Marvin en yfir marki líka. Þetta var gott færi. Já, og listilega gert hjá honum. Og þá er skipting hjá Skagamönnum. 4. skiptingin. Ísak Máni Sævarsson að fara að velli. Og í hans stað Haraldur Sturluson sýnist mér vera að koma og þá eru mögulega aðrar tilfærslur, sýnist Auðun Ingi Hrólfsson taka þá stöðu Ísaks í miðri vörninni. Og Haraldur fer þá í hægri bakvörðinn. En svo maður komi nú Benjamin til varnar hérna í 3. markinu að það hefur á köflum verið erfitt fyrir hafsendana að finna einhverja möguleika til að losa sig við boltan fram á við. Þannig að þess vegna höfum við séð nokkrar svona sendingar þar sem að menn freistast til þess að losa sig við boltan. Því að F-fangarnir náttúrulega hafa verið að loka mjög vel á miðjuspil Skagamanna. En eitt af því sem að svona ungi leikmenn verða líka að gera er einmitt að nota þessi moment til þess að læra þeim og það er ekkert annað hægt að gera. Marteinn með langan bolta hérna í áttina að Yngva. F-fangar verjast þessu og Kristján hérna langt fyrir innan. Réttilega dæmdur rangstæður. Benjamin med
Svona tæknin eitthvað aðeins að stríða okkur en ekkert markvert gerðist á meðan myndin var úti. Já, við biðjumst velvirðingar á þessu. Haraldur kastar hérna fram Elís á Mikael snýr kemur svo með hann hérna yfir til vinstri, þar er Marteinn reynir fyrirgjöf en hún er óvinnalega og Viðar grípur það auðvitað. Benjamin tekur þetta. Haraldur Elís hann finnur Mikael reynir að finna Elís aftur sem hann gerir og hann tekur skoti í stöngina. Dauðafæri Elís Dofri þarna sýndi libra-takta og kom skot á markið. Já, ég veldi fyrir mér hvort hann hefði mátt sveifla vinstri fætinum þarna, hvort hann hefði náð betri vinkli á markið þannig. En sannarlega nálægt því að klóra í bakkan fyrir Skagamenn. Helgi missir boltan. Svona utanfótar snuttur geta líka oft komið markmanninum í opna skjöldu. Algjörlega. Haraldur með boltan inn á tegin. Það er Andri einn á auðum sjó. Hann stýrir boltanum fram hjá markinu. Já, þeir eru ekkert hættir að reyna Skagamenn, þeir mega það. En staðan gríðarlega erfið. Kemur langur bolti hérna yfir Harald og Kristján er að sleppa hérna í gegn eina ferðin en Benjamin til varnar, lokar á hann tekur líka utanfótar hægri. Rétt fram hjá. Já. Það var gott ef þetta var ekki bara táari. Benjamin reynir hérna langan bolta upp í vinstra hornið. Yngvi eldir og þarna er hornspyrna dæmd. Mikil pressa hérna hjá Yngva. F-fangar vilja nú fá aukaspyrnu, heyrist mér. Þá reyna Skagamenn að fylla teginn. Viðverðirnir Auðun Ingi, Benjamin Conner inn á teginn. Heldur með spyrnuna, þeir skalla þetta frá. Mikael, dæmdur brotlegur. Það væri fróðlegt að hafa töluna á unnum skallaboltum hjá Pétri í F-liðinu. Auðun skallar þetta frá, vel gert Mikael. Á Helgi. Reynir að finna Andra en þeir verjast fimmlega en F-fangar. Önnur hornspyrna. Líf sóknarlega hjá Skaganum. Já. Kemur spyrnan, þeir ná að skalla frá hver annar. Pétur. Já, Marteinn missir hann yfir sig hérna og þá koma F-fangar. Ásgeir missir, hann nær ekki þessum. Sendingin aðeins og þung. Þá er síðasta skiptingin hjá Skagamönnum. Þá er Hlöðver Már Pétursson að koma inn á. Fyrir Elís Dofra. Já. Elís, svona eini innfæddi fulltrúi Skallagríms í liðinu. Hann er borgnesingur. Hann var sprækur á stórum köflum í leiknum en... Já. Benjamin lyftir þessu hérna á Helga. Vel leist. Yngvi. Hann þarf að
leita tilbaka. Marvin eiga það F-fangar þeirra hafa verið mjög duglegir á að loka á spil Skagamanna. Helgi, vel gert, Yngvi. Hann vinstra megin. Hann ákveður að leita inn á völlin, tekur skotið í fjærhornið en þetta var of langfæri og Viðar varði þetta nokkuð auðvitað. Hafði nú pláss til að hlaupa upp í vinstra hornið þarna. Haraldur skallar þetta fram á við. Smá samskiptaleysi en það reddaðist. Haraldur tekur hann síðan niður hérna, lyftir honum upp í hægra hornið. Hlöðver að elta, vinnur innkast. Skagamenn missa boltan. Pétur Auðun Ingi nær á boltanum. Fylkir hann á Benjamin út á Martein á Yngva. Hann leggur á stað, vel gert hjá Yngva. Missir hann síðan aðeins frá sér. Ásgeir vinnur á boltan. Pétur reynir bara að blinda stungu á Kristján. Þeir þekkjast greinilega ágætlega. Þarna ætlaði Pétur bara á vissan bara hvað Kristján var að gera. Áhugavert að sjá það. Marteinn losar þetta hérna fram á við. Andri eldir, nær ekki til boltans. Og Skagamönnum langar að fá mark. Og ekki væri nema til þess að gleðja þessa fjölmörgu áhorfendur sem mættir eru hérna í höllina. Hlöðver missir boltan út af. Og kemur skipting hjá F-fáingum. Fyrsta skipting þeirra í leiknum. Og það Kristján Ólafsson sem kemur að velli. Búinn að vera mjög sprækur, skoraði 3. markið. Og búinn að fá fullt af öðrum færum. Já. Inn á í hans stað kemur leikmannum 23, Arnór Snær Arnarsson. Pétur tekur hann niður, missir hann síðan frá sér, en nær honum aftur. Pétur búinn að vera frábær í þessu leik. Haraldur losar þetta fram, Helgi nær ekki valda á boltanum. Það varamaðurinn. Skipting hérna yfir á Atla. Atli kemst fram hjá Haraldi en Auðun Ingi klár í slaginn. Boltinn inn á teig, Pétur með hælspyrnu og þar Marteinn réttur maður á réttum stað. Arnór Snær í færinu. Já. Yngvi lyftir honum hérna í áttina Andra. Ekki tekist að finna Andra hérna frammi. Fín vörn hérna, Yngvi stingur, Andri eldir. Hann pressar hérna á Viðar í markinu sem hann nær að hreinsa frá. En Hlöðver vinnur boltan fyrir Skagamenn. En F-fangarnir verjast þessu fimlega. Fylkir ekki nógu góð sending. Jón Örn út á Arnór. Ásgeir á Leo. Atli tapar boltanum hann í augnablik en nær honum aftur. Pétur
Haldum með skiptingunni hérna yfir á Yngva sem hann að fleyta honum upp í vinstra hornið. Mikael eldir það. Vel gert hjá Martini hérna gegn varamannum Arnóri. Fylkir nær að snúa, skiptir yfir til hægri. Það er ekki á samherja. Skagamönnum, já, F-fáingun dæmt þetta innkast. Ásgeir og Jón Örn. Rauðuníki gerir vel. Og það er markspyrna. Nú hef ég ekki alveg tölurnar á hreinu, Snorri, hversu margir af þessum leikmönnum annars flokks bæði A og B-liða eru á elsta ári í ár? Hefur þú eitthvað heyrt um það? Nei, ég er ekki alveg með þetta á hreinu allavega hér í B-liðinu. Nei, en ég held reyndar að mjög stór hluti af öðrum flokknum verði aftur í næsta ári, sko. Já, síðan kemur náttúrulega nýr árgangur inn, þannig að mér sýndist sko í A-liðsleiknum þannig sem við sýndum daginn, þá fór ekki mikið fyrir 99 strákunum í byrjunarliði. Nei. Frábærlega gert hjá Hlöðveri hérna, nær fyrirgjöfinni, en hún siglir yfir allan pakkan. Arnór. Og dæmt aukaspyrna hérna á Yngva. Já. Þetta er sennilega hárrétt. Tíu mínútur eftir. Og svona á líkamstjáningu Skagamanna, það held ég þetta sé nú að síast inn að þetta sé að renna þeim úr greipum. En hvað sem öllu líður er þetta búið að vera frábært sumar. Þeir geta verið stoltir af sínum þætti í því, held ég að sé óhætt að segja. Marteinn vinnur boltan hérna, Andri, það er skallað í nakkan á honum og dæmt réttilega. Haraldur Sturluson tekur þessa spyrnu, þá fjölmenna Skagamenn á teiginn. Og hér er bara, hann næri gegn Helgi, var hérna næstur, sýndist mér. Og hér er nú sennilega rangstað á alla, já, hárrétt dæmt. Og þá er önnur skipting tilbúin hjá F-fáingum og það er heiðurskipting. Pétur Hrafn Friðriksson að fara að velli, búinn að vera frábær og að öðrum ólaustuðum, held ég, klárlega maður leiksins. Skoraði 2 og var ógnandi. Yngvi skiptir yfir til hægri, en þar eru F-fáingar margir. Hlöðver vinnur boltan hins vegar af Atla. Já, leikmann nr. 44, Haukur Leifur Eiríksson sem kom inn á fyrir Pétur. Hlöðver á andra, hann leggur hann út á Mikael. F-fáingar verjast vel, aftur út til hægri á Hlöðver. Hlöðver er inn á teignum, nær fyrirgjöfinni á fjarstöngina, en Arnór Snær fyrstur í boltan. Marteinn
En þessi, nei, þannig smá samskiptaveruleikar hjá F-fangum. Þannig að finnur boltinn í hendina á Benjamin og hann að næla sér í gult spjald fyrir að sparka boltanum í burtu held ég meira heldur en það var nú ekki viljandi hendi svo sem. En þetta sé ágætis fram svona, hvað maður að segja, útfærsla á þessari reglu að þetta með bolta í hönd í bolta, það er nú mjög sjaldgæft að menn reyna að slá boltan en ef að hendin hefur afgerandi áhrif á stefnu boltans held ég að sé farsælasta leiðin til þess að fylgja þessari blessuðu reglu. Það er mín skoðun. Og þarna hafði hendin á Benjamin klárlega afgerandi áhrif. Það er Jón Örn sem að tekur spyrnuna. Það er bara skotamarki ekki hátt yfir en yfir þó. Og þá er síðasta skipting F-fáinga. Það er Ásgeir Marino Baldvinsson sem fer að velli og í hans stað er þá að koma Sævar Leó Jónsson nummer 15. Sérðu hvað leikmann nummer 44 er með á hausnum? Nei, ég sé það nefnilega ekki. Er þetta húfa eða? Eða er þetta hárið á honum? Það væri nú gaman að fá nærmynd af kauða. Þetta er ekki bara hárgreiðsla í FH-litunum? Já, svoleiðis. Svei mér þá. Nei, já, jú. Það er bara svoleiðis. Nei, þetta er húfa, ekki? Nei, þetta er, já, en sko, það er nú glatað að vera að spila en úrslita leik með húfu. Já, en ég nefnilega ekki, ég ætla ekki alveg að sverja fyrir þetta sé húfa. Nei. Þannig allavega, kallar á athygli. Það er bolti frá Marvin. Og hér er boltinn að nánast að leka í gegn. Sýndist að vera Auðun Ingi sem að varð fyrir þessari sendingu. Haraldur með langan bolta. Leó skallar það tilbaka. Atli snýr. Stingur síðan hérna inn á Arnór en Marteinn velvakandi. Við höfum ekkert að gera með að fá fleiri mörk þarna megin. En ef það er einhverjir í Hafnarfirðinum að horfa þá er kannski að gera að ítrekka það einu sinni enn að við ætlum að halda útsendingunni gangandi þangað til að bikarinn fer á loft. En hér koma skagamenn þessu frá. Brotið á Benjamin. Andri í baráttunni, nær ekki til boltans. Auðun Ingi losar þetta svo hérna á til vinstri. Helgi. Hann leitar tilbaka á Fylki. Fylki skiptir yfir til hægri á Harald. Haraldur með sendingu hérna upp í hægra hornið á Andra. En hún er aðeins og föst. Haraldur að sjálfsögðu af miklum knattspyrnuættum. Sonur Sturlus Haraldssonar sem var að sjálfsögðu í gullaldaliði á 10. áratugnum síðustu aldar. Já, Auðun Ingi velvakandi hérna, kemur sér tilbaka á Marvin. Marvin hreinsar þetta síðan fram. Mikael gerir ágætlega en F-fangarnir vinna boltan. Arnór
Upp í hornið á Hauk. Haukur nær fyrirgjöfinni, hún hættuleg. Haraldur hreinsar þetta frá, Leo hleður í skot. Þetta var erfið bolti að hafa stjórn á. Varamaðurinn þetta Magnús sem var brotlegur hérna, skiptir ekki öllu. Helgi leggur hann hérna út á Yngva. Yngvi nær að snúa aftur á Helga, aftur á Yngva. Kemur fyrirgjöfin núna en hún er óvinnalega og Viðar grípur þetta. Já, stefnir í sjaldgæfan markalausan leik hjá Skagamönnum í öðrum flokki í sumar. F-fangar spila núna bara hérna eins og sá sem valdið hefur. Kemur svo langur bolti, Auðun Ingi les það, Jón Örn á Atla. Benjamin stoppar það. Hér kemur síðan sendingin fyrir Marvin. Neglir því upp í rjáður. Og þá er leiktíminn runnin út og bara viðbótartíminn eftir. Efast nú að hann verði langur. Haukur með fína hælspyrnu, Jón Örn eldir en Auðun Ingi búinn að vera öruggur eftir hann kom inn á. Yngvi liggur eftir en hér er Helgi kominn upp í vinstra hornið. Helgi með fyrirgjöfina, þeir ná að skalla þetta frá F-fangar. Atli Fylkir næra truflað þarna, Marteinn. Mikael lyftir honum inn fyrir og þar er Benjamin með hitt í dauðafæri. Glæsileg vippa hann inn fyrir frá Mikael. Benjamin náði ekki að stýra þess á markið. Já. Besta færi Skagans í dag. Já, sennilega. Allavega í síðari, já, það var alltaf reynda stangaskotið hjá Elís Dóra. Ansi gott færi reynda. Já, en þetta var sennilega frábært færi sem að Benjamin fekk hérna. Svona hefði verið ágætis sárabót fyrir heimamenn. Andri nær fyrirgjöfinni, Benjamin er ennþá á staðnum hérna og það er hotspinna hérna, 1-1 tækifæri viðbót fyrir Skagamenn að Potinmarki. Það væri mjög gaman. Haraldur, Andri skallar að marki og það er bjargað á línu hérna hreinlega. Og önnur hotspinna. Haraldur tekur hana, hún er á vítapunkti núna, hún siglir í gegnum allt. Og hvað er það, hendi dæmd á Benjamin eða var þetta hrinding? Ég er ekki alveg klár á því, en nú fer eflaust að styttast í þessu. F-fangar verðskuldaðir sigurvegarar í þessum leik. Vildi vera að segja að Haukur skiptir hérna yfir til vinstri en Auðun Ingi les það vel staðsettur. Þetta er nú bara skottilurinn sennilega. Þarna fengum við að staðfesta að leikmaður nr. 44 Haukur Leifur. Þetta er húfa með svona hlébarðavinstri, sýndist mér. Já, hún er vel aðskorinn. Og þá er flautað af. F-fangar
verðskuldaðir hérna í dag Íslandsmeistarar í B-liðum annars flokks. Óskum þeim hjartanlega til hamingju og við ætlum að leyfa þessum myndum að lifa. En við kannski förum að þakka fyrir okkur. Örn Arnarsson heiti ég og með mér í lýsingunni og stjórnútsendingar Snorri Kristleifsson. Takk fyrir samstarfið. Og Gylfi Karlsson stóð sig vel á myndavélinni. Næsta útsending hjá okkur á morgun, hefst klukkan korter yfir 4. Þá verðum við í Íþróttahúsinu á Vesturgötu þar sem að IA tekur á móti Álftanesi í annarri deildinni í körfuknattleik. Bið ykkur að fylgjast með því og þanga til að muna að við eigum öll bara eitt líf. Takk fyrir í dag. Takk fyrir það. Jæja, þá þessum úrslitaleik lokið í öðrum flokki B með sigri FH verðskuldað en frábær leikur, drengilegur og við höfum ekki að gefa þessum strákum gott klapp og dómurunum fyrir góða dómgæslu.
Jæja. Loksins. Já, þetta er enginn. Þá var komið að því. Var í kringum alla? Já, ég sé komið að því. Kringum við erum ekki skæra. Hvað er það að segja? Er það þetta sem þið voru að stefna að? Já. Ykkur tókst það. Til verðstíð. Takk.